Góðan daginn og velkomin í menninguna. Það má kannski byrja á því að á þessari grunnspurningu, hvað eru viðurkenningar og verðlaun? Ég flokka þetta allt saman og tek svo fyrir sem sagt einnig umhverfismerkin, en það sem að mig langar að fjalla hérna í raun og veru hvaða áhrif þetta hefur á ferðamenn, bæði erlenda ferðamenn og heimamarkað. Umhverfismerkin. Svo ætla ég að taka dæmi verkefni sem að Vestfirðir hafa verið þátttakendur í núna á annað árið sem heitir European Destination of Excellence eða EDEN. Og hvaða áhrif þetta hefur á umhverfi ferðaþjónustu, það að segja inn á við. Ég ætla örlítið að koma inn á opinbera aðila í þessu og svo ætla ég að draga saman niðurstöðu sem að ég komst að. En auðvitað eru viðurkenningar, verðlaun og umhverfismerki rosalega stórt svið. Og fyrsta spurningin öðruvísi upplifun. Fyrsta spurningin laða viðurkenningar að gesti. Þetta stór spurning. Og í heimi ferðaþjónustunnar þá til gríðarlega mikið af fullyrðingum þessi mál. Það til minna af gögnum sem styðja það. Ég rakst á grein í Tourism Management sem heitir Blue Flag or Red Herring. Og þetta svona mikrodæmi í raun og veru ferðaþjónustu sem kemur að strandgestum. Og þá voru gerðar kannanir í Írlandi, Wales, Tyrklandi og í Bandaríkjunum á hvatningaráhrifum verðlauna á strandgesti. Eða á ensku The Influence of Beach Awards in Generating a Visit. Og það sem að greinarhöfundur komst að eftir að gera kannanir á þessum stöðum var að hvatningaráhrifin voru afskaplega lítil í ákvarðanatöku. Til dæmis með bláa fánan eða Blue Flag. Þau mældust í 17. af 18 til dæmis á Írlandi, í 8. af 10. sæti í Wales, í 10. af 10. eða neðsta sæti í Bandaríkjunum og í Tyrklandi í 8. af 10. sæti. Aðrir þættir höfðu meiri áhrif, miklu meiri áhrif, svo sem hreint vatn og öryggi, nálægð og svo framvegis. Þetta mjög áhugaverð niðurstaða sem að við getum hugsanlega yfirfært á aðra þætti, bæði í verðlaunum og svo framvegis. En auðvitað fer það gríðarlega mikið eftir í hvað á bak við þau. Vestfirðir til dæmis voru valdir í 5. sæti í heiminum yfir áhugaverðustu svæði af Lonely Planet sem mest selda ferðatímarit í heiminum. Og það hefur auðvitað haft einhver áhrif, en hafði það áhrif á það hvort fólk kæmi til Íslands eða hafði það áhrif á hvernig fólk ferðast innan landsins? Það alveg gríðarlega mikilvæg spurning. Þetta hefur ekki verið mælt. Varðandi Blue Flag eða þessa grein að þá þekktu gestir lítið og gátu illa skilgreint slíkar viðurkenningar, hvað stóð á bak við þær og svo framvegis. Það lítið rannsóknir hvort viðurkenningar sem slíkar fjölgi gestum eða auki framleiða hverjum gesti. Það mikið óstaðfesta fullyrðingar. Það eru líkur til þess að kostnaðurinn sé hærri til skamms tíma heldur en fjárhagslegur ávinningur á því að halda slíkum viðurkenningum við. En það ekkert allt slæmt í þessu. Getið þið sagt mér eða getið þið rétt upp hönd þið sem vitið hvaða verðlaun eða viðurkenningu Færeyjar fengu árið 2007? Einhver? Lonely Planet? Nei? Ok, National Geographic. Gott. National Geographic Traveler, sem nú töluvert stórt batteri, þeir völdu Færeyjar the world's most appealing island. Þetta nú engin smá viðurkenning. Bara flottasta eyja í heimi af 111 eyjarsamfélögum. Myndu þið telja að svona viðurkenning hafði áhrif á heimsóknin til Færeyja?
Þetta er einmitt mjög áhugavert vegna þess að ég talaði við yfirmann í svona incoming traffic í Færeyjum og hún taldi nafnbótina hafa skilað mjög litlu og hafa verið mjög lítið notað í markaðsefni. Ég talaði líka við Susan Sørensen sem er yfir ferðamálastofu Færeyja og hún sagði nafnbóndi var nánast undantekningarlaust notið í markaðsefni, samanber heimasíðu, bæklinga, netborða og svo framvegis. Hún benti á að það voru aukna fyrirspurnir varðandi bæklinga og slíka hluti og aðalega frá Bandaríkjunum og þessi verðlaun fengu ágætis umfjöllun í Bandaríkjunum, voru flotta greinar í Chicago Tribune og fleiri stöðum. En hefur þetta áhrif á ákvarðanatökuna að heimsækja svæðið? Er þetta atriði sem að skiptir máli? Er þetta atriðið? Það er engin hagstofa í Færeyjum, bara svo þið vita. Við erum rosalega heppin hérna að hafa hagstofu. Það er ekki til neinar opinberar tölur fjölda gesta til Færeyja. Ekki neitt. Ég hugsa að þeir hafi fattað að þetta er gott lobbytæki til þess að ná út peningum, þannig að þeir hafa bara líklega sleppt þessu. En þetta hafði engin áhrif á heimsóknir. Samanber ef við tökum trafík gegnum flugvöllinn í Vogum, að þvert á móti þá virðist þetta hafa minnkað aukninguna sem var að byggjast upp. Ef þetta hafði einhver áhrif. En líklega hafði þetta engin áhrif. Við sjáum þarna sem öðrum bendir þar sem þið fengu verðlaunin, það var í lok árs 2007, sumarið 2008, það var lítil aukning, örlítil aukning, minni aukning heldur en árið áður og svo kom náttúrulega krísa. Þannig að þetta hafði fyrir þá afskaplega lítið að segja og þetta er mjög glæsileg viðurkenning, flottasta eyja í heimi. Það má kannski taka það fram að upplifun okkar hér á Vestfjörðum af Lonely Planet til dæmis viðurkenningunni, hún er aðeins öðruvísi. Ferðaþjónar hérna hafa tekið eftir því að aðilar eru að mæta með bókina og svo framvegis. En það er ekki þar með sagt að það hafi verið ákvörðun þáttur í heimsókn til Íslands. Það var mjög góð umfjöllun Vestfirði í þessari bók og við munum væntanlega sjá einhverja aukningu á Vestfirði umfram aðra landshluta í kjölfarið. En hversu mikil hún er, það er alveg rosalega erfitt að segja og við bara bíðum spenntið til tölum með það. Síðan komum við að öðru og það eru umhverfismerki. Ég set þau saman hérna vegna þess að ég tel að þau hafi sambærileg áhrif, það er að segja í virkni á ákvarðanatöku. Ég ræddi við Hugrúnu Hannesdóttur sem að mörg ykkar þekkið, hún er á skrifstofu ferðaþjónustu bænda og þau fengu vottun, Earthcheck-vottun mjög snemma og hafa verið afskaplega dugleg að nýta sér það og ég held að svona flestir hafi tekið eftir umfjöllun þau mál og hún vil meina, sem ég held að sé rétt hjá henni, að ímyndarlega hefur vottunin haft mjög jákvæð áhrif, meðal annars á Þýskalandsmarkaði, þeir eru afskaplega meðvitaðir slíka hluti en vandamálið hins vegar að það er aragrúi af umhverfismerkjum í gangi og það er mjög erfitt fyrir viðskiptaðinn að greina á milli hvað er hvað. Hvað er umhverfisvottun sem hefur eitthvað að segja, raunverulegt að segja og hvað er raunverulega bara ekkomerki sem þú getur bara svona sveiflað eins og markaðstæki. Og þetta er mikið atriði. Umhverfisstefna fyrirtækisins hins vegar að hennar mati hefur haft mikil áhrif á heimili starfsmanna. Það er að segja ef að fyrirtæki tekur upp umhverfisvottun að þá skilar það sér yfir í heimili starfsmanna. Þetta smitar út frá sér, þessi hugsun. Og það er mjög áhugavert finnst mér og væri gaman að sjá einhver taka þetta sér rannsóknarefni. En almennt var góð upplifun af verkefninu hjá þeim og þau telja þetta hafa skilað, þó að þau hafi kannski engar tölur sem geti sýnt fram á það. En hérna sjáum við nokkur af þessum umhverfismerkjum. Þetta er svona ákveðin frumskógur. Síðan ræddi ég líka við Hjalta Sverrisson sem er verkefnastjóri fyrir Earthcheck hjá Hellnar á Snæfellsnesi og þau eru semst Earthcheck Gold Certified og eru að stefna á umsóknum Platinum á næsta ári og hans upplifun af þess að ímynd hótelsins batnaði sem og ímynd Hellna sjálfa, þar að segja þetta smitaði út frá sér í umhverfið. Viðskiptavinir okkar eru mjög ánægðir og ég er sannfærður að þetta eykur upplifun þeirra. Þetta er alltaf mjög jákvæð upplifun. Og þetta líka hefur að sjálfsögðu áhrif til lengri tíma varðandi umtala og svo framvegis sem er gríðarlega öflugt markaðstæki. En aftur þá kem ég að því
að þetta virðist hafa gríðarlega mikil áhrif inn á við, sem er mjög áhugavert. Einnig tókuðu eftir að samsetning gesta breyttist. Þau fengu tækifæri til að hækka verðið og svo framvegis. Samsetning gestanna breyttist að því leyti að þeir gestir sem þau fengu í kjölfari þeir voru meira meðvitaðir uppruna matvæla og svo framvegis. Þannig að þetta er að skila sér á ákveðnu leyti strax. Það hefur ekki verið gerð úttekt á fjárhagslegum ávinningi hótelsins vegna verkefnisins. Það er að segja, möguleikin á því að hækka verðið og svo framvegis þann hærri heldur en kostnaðurinn við að viðhalda vottuninni. Og svo sparnaði sem verður út af rafmagnsnotkun og slíku. Það er líka mjög áhugavert rannsóknarefni. En höldum áfram. Þeir starfsmenn sem ég talaði við, þeir telja umhverfisvottun fyrirtækisins hafa haft mikil áhrif á þá og fjölskyldur þeirra eins og ég nefndi áðan, til dæmis varðandi flokkun sorps og almenna umhverfisvitund. Og það er vel þess virði að hugleiða hvort opinberar stofnanir og fyrirtæki eigi ekki að vera í fararbroddi á sama hátt og sveitarfélög á Snæfellsnesi hafa gert og sveitarfélög á Vestfjörðum er að fara að gera. Vegna þeirra innri áhrifa sem þetta hefur á umhverfið. Þetta er mjög, held ég, mikilvæg þáttur og gríðarlega gaman að ræða við starfsmenn þessara fyrirtækja þennan þátt. Það er erfitt að benda á sannanir varðandi fjárhagslegan ávinning en líklega má telja jákvæð áhrif á umhverfisvottun séu töluverð fyrir alla viðkomandi og svo held ég líka að það sé framtíðin. En já, þarna erum við aftur með smá inngrip. Það sem þið eruð að horfa hérna er stefnumótun Vestfirðinga í ferðamálum. Síðan komum við að verkefni sem að Vestfirðir hafa tekið þátt í undanfarin 2 ár og Vestfirðir fengu nafnbótina European Destination of Excellence for Aquatic Tourism sem byggir á vinnu vatnavinna Vestfjarða og vatnavinna varðandi nýtingu á heitu vatni og svo framvegis á svæðinu. Og mér langar aðeins að fjalla það verkefni vegna þess að það hefur sömu eiginleika og þessi hlutir. Það þarna ákveðin atriði sem að skipta máli. Og EDEN sem sagt hluti af átaki framkvæmdastjórnar ESB til að þróa og efla sjálfbæra ferðamennsku innan Evrópusambandsins og EES-landa. Og þetta í dag 98 áfangastæðir. Þetta eru áfangastæðir sem hafa svipaða sýn í umhverfismálum og sjálfbærni er lykilorð þarna. Grindin mjög opin og gefur möguleika við notkun markaðsefnis og við vöruþróun. Og það mjög mikið hvatt til samstarfs milli landa og áfangastaða sem er þegar farið að skila sér í verkefnum sem eru komin á stað. Og það verður mjög ánægjulegt fyrir Vestfirðinga að fá að taka þátt í því. En í þessu eru hindranir og tækifæri eins og í öllu öðru. Og ein af stærri hindrunum svo að til þess að þetta hafi hvatningu fyrir ákvörðun viðskiptavina, þar að segja að laða þetta gesti og svo framvegis, að það þarf að byggja vörumerkjavitund eða labelvitund meðal alþjóðlegra markhópa og það kostnaðarsamt og tekur langan tíma. Flestir áfangastæðir í EDEN hafa lítið fjármagn til ráðstöfunar í markaðsmál, eðli málsins vegna. Áherslurnar geta verið ólíkar á markhópa og slíkt, en flestir eru með áherslu á heimamarkað. Það svona einkennandi fyrir flesta þessa staði að heimamarkaðurinn er langstærsti hlutin af gestum. Það mikilvægt að búa til verkefni sem ná yfir landamæri og nýta verkefni á þann hátt og það mjög mikilvægt að nýta rafræna markaðssetningu með áherslu á samfélagsmiðla, mjög svipað og Íslandsstofa að gera, það að segja storytelling og svo framvegis, að miðla raunverulegri reynslu. Og við áætlum að árið 2014 þá verði bein fjárfesting EDEN samtakana í markaðssetningu yfir 350.000 evrur. Þannig að okkar skoðun á þessu raun og veru sú að við fáum miklu meira heldur en við leggjum inn. Og það mjög góð viðskipti við hvaða banka sem er. Hvað varðar innri markaðssetninguna? Ég vil meina að þetta auki trú á svæðinu meðal heimamanna og svo framvegis. Ég vil meina að þetta sé hvati fyrir stjórnsýsluna að styðja við þá eiginleika sem að þetta verkefni horfir til, þar að segja sjálfbærni og svo framvegis. Þetta gefur gríðarlega mikla möguleika á auknu samstarfi meðal ferðaþjóna. Það þarna atriði sem getur saminað á, það þarna atriði sem að þeir hafa sama haga af og svo framvegis. Og þetta á bæði við varðandi vöruþróun og almennt markaðsstarf, annað markaðsstarf.
Þetta öflugt tæki í markaðssetningu fyrir innlenda ferðaþjónustu vegna þess að þetta gefur líka öðrum landsmönnum trú á svæðinu. Og nú til dæmis fekk Stykkishólmur viðurkenningu frá Eden árið 2011 og þá komin mjög flottur möguleiki á samstarfi milli landshluta. Það að segja að þetta eru 2 áfangastaðir sem liggja saman. Baldur, hann alltaf í Höfn á Eden áfangastað sem dæmi. Við ættum spurningum að breyta nafni Flateyjar í Eden bara og fá einhver Adam og Evu þangað. En þarna eru allt í einu komnar brýr sem hægt að nota til þess að þróa vöru beint í ferðaþjónustu meðal fyrirtækja á þessum svæðum. Þannig að þetta áhugavert og það mikill vilji beggja megin að nýta sér þessi tækifæri. Ef allir áfangastaðir í Eden byggja upp þekkingu verkefni meðal heimamanna, þá verður til alþjóðlegt vörumerki í að minnsta kosti 26 löndum. Þannig að það sem við gerum hérna heima markaðssetning fyrir 25 lönd varðandi þetta verkefni. Og það mjög skemmtileg pæling. Okkar reynsla af þessu verkefni, nú erum við, eins og ég segi, búin að taka þátt í þessu frá 2010 og ég held að við getum sagt að því meira sem við gerum, því meira fáum við tilbaka. Ég held að það sé engin spurning, við erum þegar farin að njóta góðs af þessu verkefni. Það búið að byggjast upp gríðarlega öflugt þekkingarnet, þar sem að þeir aðilar sem að koma að þessu verkefni fyrir viðkomandi áfangastaði hafa svipað sín en eru með ólíka bakgrunn. Það mikill áhugi á samvinnu meðal áfangastaða og það eitthvað sem, eins og ég sagði áðan, byrjað að skila sér í alþjóðlegum verkefnum. Eitt til dæmis heitir Eden Treasure Map sem ég held að verði mjög flott. Það alls konar passporthugleiðingar og samstarf til dæmis milli Finna og Þjóðverja og margt fleira. En það sem kannski kemur að þessu það að þetta töluverð fjárfesting og það mjög mikilvægt að ákveða strax í byrjun þegar að slík vottun eða viðurkenning eða eitthvað ákvörðun slíka hluti tekin að ákveða strax ætlum við að nota þetta eða ætlum við ekki að nota þetta og halda sig við þá ákvörðun vegna þess að ef þú ferð út í fjárfestingu og uppbyggingu á slíkum hlut og hættir svo við það og þá það glötu fjárfesting. En hins vegar ef þú fjárfestir í þessu merki að haltu þið við það. Ég held að það sé lærdómur sem við getum dregið. Það kannski alltaf að benda á það líka. Ég með bækling. Hverju voru hérna Vest Norden í Færeyjum? Við rétti pend. Þið fenguð öll svona bækling. Tókuð eftir National Geographic Traveler? Nei. Það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli hvernig við notum þessa hluti. Og ég held að afskaplega fáir hafi vitað þessa nafnbót. Þannig að fara af þunga í þetta verkefni, nota það eða sleppa því held ég að sé svona ákveðin þeóría sem ég myndi aðhyllast. Og það virkar alls ekki að setjast niður og bíða eftir gestunum. Það ekki að ganga upp. Ég held að það svona almennt skili mjög litlu. En okkar reynsla af Eden og slíkum hlutum, það að þetta frábært tækifæri til þess að nota á heimamarkaði og til að auka samvinnu meðal ferðaþjóna. Og ég held að það sé kannski mikilvægasta atriði þegar við horfum til slíkra hluta, að það þessi innri virkni, þetta sameinar fólk, þetta sameinar hagsmuni, þetta sameinar fyrirtæki. Þannig að niðurstaðan sem ég komst af og það auðvitað öllum frjálst að hafa skoðun á þessum hlutum, en það eins og ég sagði áðan, það mikið fullyrðingar og lítið staðfest gögn þegar kemur að rannsóknum og slíkum málum. En ein og sér hafa þessi hlutir almennt líklega lítil áhrif á fjölda gesta. Og það mikilvægt hvernig unnið með verkefni í framhaldinu. Það skiptir mestu máli. Hvernig verður þetta notað? Eru öll fyrirtæki á svæðinu að nýta sér þetta? Samanber Færeyjar. Eitt að tala við fyrirtæki sem sér incoming traffic, annað að tala við ferðamálastofu. Upplifun þessar aðilega mjög ólíka á verkefninu. Þannig að
það eitthvað sem þarf að skoða. Það hægt að sýna fram á ávinning inn á við, sérstaklega í umhverfismerkjunum. Ég held að sé eins og með Earthcheck að þessi jákvæðu áhrif inn á við, ég held að þau séu gríðarlega mikilvæg og ég skora á opinbera aðila að skoða slíka vottun fyrir sína starfsemi. Ég held að það sé engin spurning. Og fyrirtæki eins og á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi sem að sveitarfélögin að leiða þessa vinnu, að fyrirtækin sjálf fari einnig í gegnum þennan prósess. Þetta þarf að vera samvinnuverkefni allra á staðnum. Það eru aukin tækifæri í vöruþróun og samvinnu, en það þurfa allir að skilja og geta miðlað áfram. Hvort sem það eru íbúar, starfsmenn fyrirtækjana, yfirmenn þeirra eða stjórnendur sveitarfélaga og svo framvegis. Það þurfa allir að vera með. Þetta langtíma fjárfesting. Og ég held að það sé ekki skynsamlegt að horfa á þetta sem skammtímaverkefni. Það að byggja upp vörumerki eða nýta sér slík merki til þess að tengja við sína ímynd langtíma fjárfesting og skila sér held ég ekki til styttri tíma. Að nota eða nota ekki, það gríðarlega mikilvægt strax í byrjun að setjast niður með hagsmunaaðilum og ákveða ætlum við að nýta okkur þetta eða ætlum við ekki að gera það. Og í þessu félagstækifæri, það svo undir okkur sjálfum komið hvort við nýtum okkur meðbyrinn og það var einhver frægur grískur heimspekingur sem sagði að það engin vindátt hagstæð eða þú veist ekki hvað höfn þú ætlar að sigla. Ég held að það sé rosalega mikið til í þessu. Hvernig hann fattaði þetta veit ég ekki. Það var líklega á einhverju ferðalagi. En ég ætla að enda þessa kynningu með því að birta mynd af yfirmanninu mínum sem mjög skynsamlegt. Ég líka með mynd af hann á nafnspjaldinu mínu þannig að þið vitið það. Þetta bara svona ákveðin pæling. En hann eins og Vestfirðir öðruvísi upplifun. Takk fyrir.